Þá setur forseti fund borgarstjórnar Reykjavíkur þriðjudaginn 2. maí klukkan 14:08 og fyrir liggur ársreikningur Reykjavíkurborgar 2016. Þetta fyrri umræða. Venju samkvæmt þá þetta oddvita umræða þar sem að ræðutími ótakmarkaður. Og fyrstu tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 liggur nú fyrir. Hann var lagður fram í borgarráði 7. apríl síðastliðinn, fullbúinn til endurskoðunar og var vísað í borgarráði 27. apríl til fyrri umræðu borgarstjórn sem fer fram í dag, en síðar umræða og afgreiðsla ársreiknings fer fram að viku liðinni 9. maí næstkomandi. Ársreikningur Reykjavíkurborgar ásamt fylgigögnum settur fram í 3 hlutum. Fyrsti hluti ársreikningur A-hluta og samantekið uppgjör samstæðunnar A- og B-hluta. Annar hluti inniheldur 3 sjóði A-hluta borgarsjóðs, það aðalsjóð og eignasjóð, bílastæðasjóðs og málaflokka yfirlit aðalsjóðs. Og þriðji hlutinn fylgigögn einungis í rafrænu gagnasafn og inniheldur ársreikninga B-hluta fyrirtækja, en það eru þau fyrirtæki sem eru að hálfu eða meira leyti í eigu borgarinnar. Ársreikningnum fylgir skýrsla fjármálaskrifstofu með nánari skýringum og niðurstöðum rekstrar efnahags- og sjóðstreymis og eftirfarandi gögn hafa verið lögð fram: skýrsla endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, skýrsla innri endurskoðendur mat- og eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar og ytri endurskoðendur KPMG hafa gert grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar sinnar í borgarráði 27. apríl síðastliðinn. Ég þarf auðvitað ekki að hafa orð á því en ég mæli eindregið með því að borgarfulltrúar og eftir atvikum aðrir kynni sér þessi gögn vel. Að gerð og frágangi ársreiknings A-hluta og samstæða A- og B-hluta koma einkum starfsmenn fjármálaskrifstofu en einnig starfsmenn skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og fagsviða borgarinnar. Þá hafa endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, ytri endurskoðendur KPMG og innri endurskoðandi fylgst náið með vinnunni. Uppgjörið og uppgjörsvinnan ásamt skýrslu fjármálaskrifstofu hefur verið kynnt endurskoðunarnefnd og öllum þessum aðilum færi ég bestu þakkir fyrir vel unnið verk í þágu borgarinnar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég mun ekki í ræðu minni fara yfir allt það mikla talnaefni sem hér liggur fyrir en læt mig nægja að fjalla helstu atriði eða það sem við getum kallað það mikilvægasta. Þó það svo, nú eins og fyrir daginn, að ástæðan fyrir því að það eru 2 umræður ársreikning í borgarstjórn að það geta vaknað spurningar eða komið fram ábendingar úr röðum borgarfulltrúa sem að leita verður svara við og farið yfir þá hér í síðar umræðu. Þannig ef eitthvað kemur upp að þá bæti ég úr því með að fara ítarlegar yfir einstaka þætti hér síðar á fundinum eða í síðar umræðu að viku liðinni. En ég ætla að leyfa mér að vera hér með nokkra glærur til skýringar. Hér fyrsta lagi listi við framlögð gögn og síðan förum við í niðurstöðuna. Rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar A- og B-hluta, þar að segja bæði þess sem við köllum í daglegu tali borgarsjóðs og fyrirtækjaborgarinnar, var jákvæð 26,4 milljarða 2016. Þessi niðurstaða talsvert betri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins. Helstu ástæður má rekja til betri niðurstöðu í rekstri, matsverðsbreytinga hjá félagsbústöðum vegna hækkandi fasteignamats og fjármagnsliða Orkuveitu Reykjavíkur. Helstu ástæður fyrir betri afkomu þar styrking krónunnar og matsbreytingar fjárfestingareigna vegna hækkunar á íbúðaverði eins og áður segir hjá félagsbústöðum. Ég kem nánar inn á þetta hér á eftir. Til samanburðar má nefna það að rekstrarniðurstaða samstæðu Reykjavíkurborgar 2015 var neikvæð 4,9 milljarða og tengist það mjög lífeyrisskuldbindingum. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð 20,8 milljarða sem 1,8 milljörðum betra en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir og þar vegur betri afkoma A-hluta þyngst. Þannig að
þrátt fyrir að teknir séu út þessir reiknuðu liðir að þá niðurstaðan sterk og betri heldur en búist var við. Jafnvægisregla sveitarstjórnarlaga gerir kröfur að tekjur séu að minnsta kosti jafnháar gjöldum samstæðunnar fyrir hvert 3 ára tímabil. Niðurstaða áranna 2014 til 16 var jákvæð 7,8 milljarða og meðaltal áranna 2015 til 16 í jákvætt tæpa 7 milljarða þrátt fyrir mínusinn í fyrra. Hitt í fyrra á ég við, 2015. Hér þetta niður brotið og hægt að rekja sig í gegnum þessar stærðir, þar að fjármagnstekjurnar og fjármagnsgjöldin sem ég var að rekja hér áðan að hvernig eru. Og hér samantekin jafnvægisreglan og síðan erum við komið þá í veltuféð, en veltufé frá rekstri samstæðunnar var 34,2 milljarðar eða rúmum 3 milljörðum hærri en árið 2015 og það oft tiltekið hvað veltuféð sem hlutfall af tekjum til þess að meta í raun fjárhagslegan styrk til að standa undir afborgunum lána og fjárfestingum og svo framvegis og hlutfallið 22% af tekjum sem þetta gríðarlega sterkt en raunar svipað á 2015. Hreinar skuldir samstæðunnar sem stundum eru kallaðar nettóskuldir, það er að segja langtímaskuldir og leiguskuldbindingar að frádregnum langtímakröfum, markaðsbréfum, bundnum innstæðum og handbæru fé, stundum kalla bara skuldir að frádregnum peningalegum eignum, hafa farið lækkandi jafnt og þétt frá hruni eða allavega frá 2010 og hafa ekki verið lægri nú en frá því fyrir hrun. Skuldaviðmið samstæðu án Orkuveitunar lækkaði milli ára vegna afborgunar lána og hærri tekna. Skuldaviðmið sveitarstjórnarlaga miðast við að skuldahlutfall samstæðu án veitufyrirtækja sé að lágmarki 150% og þau ánægjulegu tíðindi voru að nágrannar okkur í Kópavogi og Hafnarfirði liggja nú í kringum 150% en skuldaviðmið Reykjavíkurborgar 85% sem auðvitað langt innan þessara marka. Og þetta hlutfall hefur farið lækkandi. Hér má sjá skuldaviðmið bæði þar sem að A-hlutin og samstæðan án Orkuveitunar. Þetta fer lækkandi jafnvel þó við séum í umtalsverðum fjárfestingum bæði hjá höfnunum og félagsbústöðum. Það má líka nefna að ég held ég muni það rétt að skuldaviðmiðið 112% þegar Orkuveitan tekið með því að þó að komi miklar skuldir í Orkuveitinu og koma líka miklar tekjur og en það önnur umræða. Nú, þá skulum við snú okkur að A-hlutanum sem í daglegu tali kallaður borgarsjóður. Rekstrarniðurstaða A-hluta var jákvæð 2.637 milljónir eða 2,6 milljarða en áætlun gerði ráð fyrir að rekstrarniðurstaðan yrði jákvæð 475 milljónir. Niðurstaðan því 2 milljörðum króna betri en gert var ráð fyrir. Og þetta með bestu afkomu sem að við höfum séð. Ef við greinum þetta aðeins betur að þá má sjá að tekjurnar, útsvarið var aðeins yfir, 1,3 milljörðum yfir, eða 2,1% yfir áætlun, en fasteignagjöldin voru undir áætlun 786 milljónum króna undir áætlun eða 5,3%. Og stóra skýringin ekki síst að kostnaður
lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstrargjöld án afskrifta voru 93,2 milljarðar sem var 946 milljónum undir áætlun. Þar hafa launakostnaður tæpum 789 milljónum undir áætlun. Annar rekstrarkostnaður nam 36,5 milljörðum og var 183 milljónum undir áætlun. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð 2,8 milljarða rúma en áætlunin gerir ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 830 milljónir. Niðurstaðan fyrir fjármagnsliði var því milljarði betri en áætlunin gerir ráð fyrir. Fjármagnsgjöld að frádregnum fjármunatekjum A-hluta voru 224 milljónir eða 1100 milljón krónum lægri en áætlunin gerir ráð fyrir. Heildareignir A-hluta voru 160 milljarðar, þar voru fasta fjármunir 137,5 milljarður og veltu fjármunir 22,5. Skuldir og skuldbindingar A-hluta voru í árslok 83 milljarðar, þar náu langtíma skuldir 29 milljörðum, leiguskuldir 11,5 milljörðum og lífeyrisskuldbinding 28,7 milljörðum, sem var hækkun úr 25,8 milljörðum frá 2015. Þróun hreinna vaxtaberandi skulda, hana nú, ég að hlaupa fram á mér hérna, þróun hreinna vaxtaberandi skulda A-hluta lækkaði milli ára, bæði í fjárhæð og sem hlutfall af tekjum. Og ég ætlaði nú að vera með, já, hér er nefnilega myndin af því. Áhugavert að sjá þetta hér. Þetta auðvitað líka í gögnunum. Eigið fé A-hluta nam tæpum 76,4 milljörðum króna í árslok en var 73,8 milljarðar í árslok 2015. Ef við skoðum aðeins þessa mynd sem fjármögnun A-hluta, þá hefur veltufé frá rekstri verið að styrkjast mjög milli ára og sem sést á bláu súlunum þarna. Það sést líka ef við skoðum veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum. Veltufé frá rekstri nam 10,9 milljörðum eða var 3,7 milljörðum hærra en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Árið 2015 nam veltufé frá rekstri 5,2 milljörðum og var gagnrýnt nokkuð hér í sölum borgarstjórnar og það var of lágt af því að þyrfti að vera yfir 9% og sem það og gott betur það 10,9% eins og áður sagði. Það má segja að það komi sér vel því að vaxandi spenna á vinnu- og fasteignamarkaði kallar jafnvel á hærra hlutfall heldur en 9% þó að ekki ætli ég að fara að slá neinni nýrri tölu fram í því. Fjárfestingar A-hluta í varanlegu rekstrarfjármunum námu 9,5 milljörðum króna þegar tilliti tekið til tekna af gatnagerðargjöldum sem námu 2,9 milljörðum króna, reyndist netto fjárfestingin 6,6 milljarðar króna. Handbært fé A-hluta í árslok nam 8,7 milljörðum og hækkaði 3 milljarða milli ára. Þá erum við komin í rekstur sjóðanna. Ef ég gef stutt yfirlit yfir það, rekstur aðalsjóðs tekur til hins almenna rekstursfagsviða borgarinnar. Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs var neikvæð 3,4 milljarðar króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir að niðurstaðan yrði neikvæð 7,2. Þannig að niðurstaðan tæpum 3,8 milljörðum betra en áætlað var. Rekstrartekjur voru 100,7 milljarðar eða 2,1 milljörðum yfir áætlun. Skatttekjur voru 7,9 milljarðar eða 574 milljónir umfram áætlun og tekjur frá jöfnunarsjóði 6,7 milljarðar og voru 565 milljónir yfir áætlun. Þjónustutekjur og aðrar tekjur voru 16 milljarðar og voru 1 milljarði yfir áætlun sem einkum má rekja til þess
að skóla- og frístundasvið var 331 milljón yfir áætlun í tekjum aðallega frá grunnskólahluta. Íþrótt- og tómstundasvið var 330 milljónum yfir áætlun í tekjum, einkum vegna hærri tekna af sundlaugum og skíðasvæðum. Rekstrargjöld námu samtals 108,7 milljörðum og voru 1251 milljón undir áætlun. Launakostnaður var 49,7 milljarðar sem var 680 milljónum eða 1,3% undir áætlun. Gjaldfasta lífeyrisskuldbindingar nam 5 milljörðum sem var á áætlun, skeika einungis 12 milljónir. Annar rekstrakostnaður var 53,9 milljarðar sem var 582 milljónum undir áætlun. Eignasjóður á og annast rekstur á mannvirkjum á opnum svæðum borgarinnar og leigir fagsvæðum borgarinnar. Rekstrarniðurstaða eignasjóðs var jákvæð 5,6 milljarð króna en áætlun gerði ráð fyrir jákvæðri afkomu upp á 7,6 milljarða. Frávikinn frá áætlun var því 2 milljarðar. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnskostnað var 2,8 milljörðum lakari en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Rekstrartekjur eignasjóðs nám 22,9 milljörðum sem var 1890 milljónum undir áætlun eða 7,6%. Leigutekjur voru 681 milljón undir áætlun sem skýrist einkum af lægri verðbólgu. Aðrar tekjur voru 1200 milljónum undir áætlun. Stærstu frávikin voru þar í sölu fasteigna og byggingaréttar sem var 1750 milljónum undir áætlun sem voru einkum vegna seinkunar á framkvæmdum og uppbyggingarreitum og sölu þeirra á Kirkjusandi og í Vogabyggð, auk þess sem að aðrar sölur hafa hliðrast. Launakostnaður eignasjóðs nam tæpum 1,7 milljörðum og var 61 milljón innan fjárheimilda eða 3,5%. Annar rekstrakostnaður eignasjóðs var 6,5 milljarðar eða 782 milljónum yfir áætlun. Þar af var skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar 164 milljónum yfir áætlun og umhverfis- og skipulagssviðs 618 milljónum yfir áætlun. Nettó fjármagnsgjöld voru tæpir 4,8 milljarðar eða 708 milljónum undir áætlun. Helstu ástæður lægri fjármagnsgjalda má rekja til lægri verðbólgu. Bílastæðissjóður er þriðji sjóðurinn sem er nú í síðasta sinn taldur með sérstakt uppgjör. En bílastæðasjóður rekur bílastæði og bílastæðahús í borginni. Bílastæðasjóður fer jafnframt með eftirlit með bifreiðastöðum í því skyni að greiða fyrir umferð gangandi jafnt sem akandi vegfarenda. Rekstrarniðurstaða bílastæðasjóðs var jákvæð 479 milljónir sem var 375 milljónum betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrartekjur bílastæðasjóðs námu 1223 milljónum sem var 304 milljónum yfir áætlun eða 33%. Rekstrartekjur jukust 20% frá fyrra ári. Tekjur vegna stöðu og miðamæla jukust 18% milli ára og tekjur í bílastæðahúsum jukust 19%. sem skýra má með aukinni notkun skammtímagesta og gjaldskrárhækkun frá 1. apríl 2015. Tekjur vegna stöðubrótagjalda hækkuðu 27% og tekjur vegna aukastöðugjalda lækkuðu 13%. Launakostnaður bílastæðasjóðs nam 209 milljónum og var 48 milljónum undir áætlun eða 18,5%. Það má skýra með viðvarandi starfsmannaveltu sem hefur leitt til þess að ekki hefur tekist að fjölga starfsmönnum jafnhliða útvíkkun starfssvæða sjóðsins. Hækkun í lífeyrisskuldbindingu nam 27 milljónum og var 14 milljónum yfir áætlun eða 106%. Annar rekstrakostnaður bílastæðasjóðs var 430 milljónir sem var 30 milljónum undir áætlun. Þetta eru nú meginstærðirnar í A-hluta, aðalsjóði, eignasjóði og bílastæðasjóði. Ég get þó ekki látið hjá líða, forseti og ágætu borgarfulltrúar, en að rekja aðeins rekstur fagsviða, þar að segja þeirra sviða sem byggja mest á skatttekjum borgarsjóðs.
Rekstri þeirra eru afmarkaðar fjárheimildir við samþykkt fjárhagsáætlunar hverju sinni og ber sviðunum að halda útgjöldum sínum innan marka fjárheimilda. Stefni frávik í rekstri sviða mikilvægt að það sé kynnt borgarráði og leitað sé leiða til að mæta þeim. Ekki heimilt að stofna til viðbótar útgjalda án heimildar borgarráðs. Ég mun nú fara stuttlega yfir rekstrarniðurstöðu sviðanna í samanburði við samþykktar fjárheimildir eins og þær eru samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun. Að sjálfsögðu getur verið erfitt að sjá alla þróun í rekstrinum fyrir en greining og frávikum upplýsir hvernig rekstrarstjórn sviðanna hefur gengið. Stóru frávikin frá upphaflegri fjárhagsáætlun eru að jafnaði kjarasamningar og í sérstöku hefti gerð grein fyrir öllum viðaukum sem hafa verið samþykktir af borgarráð og borgarstjórn á árinu fyrir þá sem vilja glöggva sig frekar á því. Rekstrarniðurstaða einstakra fagsviða var í aðalatriðum eins og fram kemur á þessari yfirlitsglæru. Rekstrarniðurstaða íþrótta- og tómstundasviðs eða nettóútgjöld sviðsins voru 6,7 milljarðar eða 127 milljónum undir fjárheimildum. Þar af var launakostnaður 22 milljónum yfir fjárheimildum en annar rekstrarkostnaður 180 milljónum yfir fjárheimildum en tekjur jukust þarna á móti eins og áður var rakið. Helstu frávik sviðsins skýrast af auknum fjölda gesta í sundlaugar, skíðasvæði og fjölskyldu- og húsdýragarðinn. Umfangsmestu verkefni sviðsins taka til samskipta við IBR og íþróttafélögin í borginni, íþróttamannvirkja, sundlauga, skíðasvæða, Hins-hússins og fjölskyldu- og húsdýragarðsins. Rekstrarniðurstaða menningar- og ferðamálasviðs eða nettóútgjöld sviðsins voru 4,2 milljarðar króna eða 93 milljónir undir fjárheimildum ársins. Umfangsmestu verkefni sviðsins eru rekstur Borgarbókasafns, Borgarminjasafns, Listasafnsins, Höfuðborgarstofu og utanumhaldum styrkveitingar og samstarfssamninga, meðal annars við Leikfélag Reykjavíkur, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Hörpu, Tónlistar- og ráðstefnuhús og fleiri aðila. Rekstrarniðurstaða skóla- og frístundasviðs eða nettóútgjöld sviðsins voru 42,2 milljarðar króna eða 197 milljónir undir fjárheimildum ársins. Þar af var rekstrarniðurstaða grunnskólahluta 56 milljónum undir fjárheimildum, leikskólahluta 10 milljónir yfir fjárheimildum og rekstrarniðurstaða frístundahluta 94 milljónum undir fjárheimildum. Umfangsmestu verkefni sviðsins eru rekstur grunnskóla, leikskóla, frístundaheimila, frístundamiðstöð og skólahljómsveita en sviðið hefur einnig eftirlit með þjónustusamningum við einkarekna grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla. Rekstrarniðurstaða umhverfis- og skipulagssviðs eða nettóútgjöld sviðsins voru 6,5 milljarður eða 246 milljónir undir fjárheimildum sviðsins. Annar rekstrarkostnaður nam 6,7 milljörðum sem var 67 milljónum undir fjárheimildum eða 1%. Helstu frávikin voru vegna reksturs gatna og opinna svæða sem var 343 milljónir yfir fjárheimildum sem skýrist einkum af snjókomu en vetrarþjónusta var 340 milljónum yfir fjárheimildum sviðsins. Leiga gatna var 397 milljónum undir fjárheimildum ársins einkum vegna verðbótaþáttar leigunar. Rekstrarniðurstaða velferðarsviðs eða nettóútgjöld sviðsins voru 20,5 milljarður rúmur sem var 612 milljónum eða 3% innan fjárheimilda. Rekstrarniðurstaða velferðarsviðs án bundinna liða var 17.295 milljónir eða 325 milljónum yfir fjárheimildum eða 1,9%. Rekstrarniðurstaða bundinna liða, þar að segja fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur, voru 3,3 milljarðar sem var 937 milljónum undir áætlun eða 22,2%. Fjárhagsaðstoð var 633 milljónir undir áætlun og nettóútgjöld vegna húsaleigubóta voru 138 milljónir undir áætlun þegar tekið hefur verið tillit til tekna frá jöfnunarsjóði.
Rekstrarniðurstaða miðlægra skrifstofu í Ráðhúsi var 2,8 milljarðar eða 156 milljónum innan fjárheimilda, einkum vegna aðhalds og frestunar verkefna. Rekstrarniðurstaða á öðrum sameiginlegum kostnaði var tæpir 7 milljarðar en áætlun gerir ráð fyrir 7,8 milljörðum. Þessi lið var því 820 milljónum undir fjárheimildum. Eins og þessi glæsilega niðurstaða allra málaflokka sýnir fyllsta ástæða til að þakka sviðsstjórum og starfsmönnum sviðanna metnaðarfullt og gott starf á árinu 2016 og hið sama á sannarlega við skrifstofustjóra og starfsfólk í miðlægri stjórnsýslu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þá víkur sögunni að afkomu B-hlutafyrirtækja. Framlög A-hlutans til B-hlutafyrirtækja námu raunar 2,7 milljörðum króna í fyrra og voru 67 milljónum króna undir fjárhagsáætlun, en ég ætla að fjalla í stuttu máli okkar ágætu B-hlutafyrirtæki. Það væri allt of langt mál að gera rekstri þeirra allra ítarleg skil í þessari ræðu, en ég bendi borgarfulltrúum á rafrænan hluta gagnanna með ársreikningi þar sem ársreikningar B-hlutafyrirtækjanna eru. Þá vísa ég einnig í umfjöllun fyrirtækin í skýrslu fjármálaskrifstofu, en vil stuttlega stikla á stóru varðandi niðurstöðurnar. Rekstrarhagnaður Faxaflóahafna nam 743 milljónum, en til samanburðar þá var rekstrarhagnaður 964 milljónir árið undan, en þá meðtalinn 346 milljón króna hagnaður vegna sölu á landi. Niðurstaða ársreiknings árið 2016 sterk og nokkuð umfram áætlun og rekstrarútgjöld eiga sinn þátt í því, þau voru eilítið undir áætlun. Hagnaður félagsbústaða var 10,7 milljarðar 2016 en var 4 milljarðar 2015. Ársreikningur félagsbústaða byggir eins og undanfarin ár á gangvirðisreglu og jákvæð rekstrarniðurstaða byggir mikið á áhrifum endurmatseigna sem var 10,9 milljörðum sem skilaði 10,9 milljarða tekjufærslu á síðasta ári. Þannig að sú niðurstaða breytir ekki því að það er mikilvægt að styrkja og efla starfsgrundvöll félagsbústaða til framtíðar, eins og fram kemur í umfjöllun í greinargerð fjármálaskrifstofu, og í raun má segja að þessi hagnaður félagsbústaða sé svokallaður froðuhagnaður, fyrst og fremst bókhaldslegt fyrirbæri, en býr ekki til peninga nema einhver væri að fara að selja þessar íbúðir og innleysa söluhagnað, en eins og borgarfulltrúar þekkja þá stendur það ekki til, þvert á móti að þá stefnan svo að fjölga íbúðum félagsbústaða. Rekstrarniðurstaða íþrótta- og sýningarhallarinnar var viðunandi og það sama gildir malbikunarstöðina Höfða. Rekstrarhagnaður Orkuveitu Reykjavíkur var 541 milljón lægri 2016 en heldur en 2015. Tekjur voru hækkuðu lítillega, kostnaður við orkukaup og orkuflutning lækkaði lítillega, launakostnaður hækkaði nokkuð sem og rekstrakostnaður, en upp úr stendur að aðgerðaáætlun fyrirtækisins og eigenda þess hefur gengið eftir á árinu 2016 og raunar gott betur. Það fjallað ítarlega rekstur, efnahag og sjóðstreymi Orkuveitunar í skýrslum félagsins og skýrslu fjármálaskrifstofu. Það mjög ánægjulegt að sjá þann mikla árangur sem hefur náðst og ástæða til þess að ítreka þakkir sem fluttar voru á ársfundi félagsins, þar sem að stjórn og stjórnendum og starfsfólki Orkuveitunar var þakkað fyrir þeirra starf í þágu borgarbúa og borgarbúum þakka sérstaklega fyrir að standa með fyrirtækinu í gegnum þær þrengingar sem að það gekk, því að
þeim aðgerðum sem grípa þurfti til hjá Orkuveitunni hefur verið sýndur víðtækur og breiður stuðningur og skilningur í öllu samfélaginu. Byggðasamlögin Slökkviliðið, Sorpa og Strætó voru í rekstrarúttekt á árinu sem hefur skilað sér að ýmsu leyti. Rekstrarniðurstaða Strætó var jákvæð 180 milljónir króna en á árinu 2015 var rekstrarniðurstaða jákvæð 23 milljónir. Betri afkomu má að stærstum hluta rekja til betri árangurs í hagræðingaraðgerðum en gert var ráð fyrir, lækkun kostnaðar vegna hagstæðra gengis og minni yfirvinnuvaxtar vegna minni yfirvinnu þar sem betri árangur náðist við að manna í stöður. Rekstrarniðurstaða Sorpu var jákvæð 419 milljónir króna sem nánast sama niðurstaða 2015, þá var hann 417 milljónir. Þennan árangur má að mestu rekja til aukinna rekstrartekna en það hækkaði 511 milljónir króna á milli ára eða 18%. Fyrirtækið með í pípunum áformum miklar fjárfestingar vegna hertra reglna meðferð og urðun úrgangs eins og þekkt er. Rekstrarniðurstaða Slökkviliðsins var jákvæð 50 milljónir en jákvæð árið 2015 tæpa 340 milljónir. Þar vó dómsmál gengislán raunar þungt en áætlun ársins gerir ráð fyrir hagnaði upp á 28 milljónir þannig að niðurstaðan er betra en áætlun gerði ráð fyrir. Slökkviliðið hefur raunar unnið dómsmál bæði á hendur Lánasjóði sveitarfélaga og Íslandsbanka og síðara málið féll á þessu ári. Ég vil nota tækifærið og þakka framkvæmdastjórum og starfsmönnum B-hlutafyrirtækjanna fyrir gott starf í þágu borgarinnar og þann árangur sem það skilaði á síðasta ári. Með þessum orðum þá hefur ársreikningur 2016 verið lagður fram. Hann endurspeglar sterkan rekstur borgarinnar og rekstur sem er að eflast enn frekar. Við erum að njóta góðs af þeim tóni sem sleginn var í hagræðingaraðgerðum sem við höfum verið að vinna í. Mismikið eftir málaflokkum en ég held að þessi tónn hafi skipt miklu máli og ráðgjöf Ágústs Þorbjörnssonar sem hefur verið með okkur í þessu ásamt fjármálaskrifstofu málaflokkana og fjármálaskrifstofu Unni með stónastaf og greini og við ætlum okkur að halda áfram þétt á málum í fjármálum borgarinnar. Við erum það sveitarfélag sem bjóðum fjölskyldum upp á hvað best kjör. Viðskiptablaðið dró það fram nýverið að Reykjavíkurborg er með lægsta fasteignaskatta af íbúðarhúsnæði á hvern íbúa og munar þar umtalsverðu í samanburð við nágranna sveitarfélögin að ekki sé talað aðra. Þessi niðurstaða ársreikning sem nú er kynnt er svona þrátt fyrir að við höfum fengið á okkur svolítið högg í niðurstöðum af fasteignamatsdómi Hörpu. Ákveðnar tekjur sem við gerum ráð fyrir í fyrra fluttust á þetta ár og koma þá til góða núna og við ráðstöfuðum í raun síðastliðið haust umtalsverðum fjármunum inn í skólakerfið í kjölfar 6 mánaða uppgjör sem sýndi viðsnúning og það var metið þannig að það væri brýn þörf á því og það voru 700 milljónir sem fóru þannig til að styrkja fjárhagsgrunn skólana. Við höfum í fjárhagsáætlun þessa árs stillt upp 5 ára áætlun til að bæta ýmislegt viðhald. Stærsti pakkinn lýtur að malbygginu og götunum. Það eru þetta stór átak í gangi þar. Við erum í stórum fjárfestingaverkefnum. Þeirra stærst er Úlfarsárdalur og erum að setja umtalsvert fé
inn í húsnæðismál á marga bæði fjárfestingar og stuðning inn á heimili fatlaðs fólks og aðra uppbyggingu í gegnum stofnframlagaleiðina. Þannig að það verið að sækja fram á býsna mörgum sviðum. Í borgarráði í síðustu viku þau lögðum fram ársreikninginn að það var jafnframt lögð fram tillaga á grundvelli samstarfssáttmálans að lækka leikskólagjöld 200 milljónir á ársgrundvelli í samræmi við meirihluta samstarfsyfirlýsinguna. Við erum líka að innleiða nýtt menningar- og heilsukort fyrir eldri borgara frá með næsta hausti. Þær fjárhæðir eru þegar inn í áætlunum því við lækkuðum ókeypis aðgang að sundi niður í 67 ára aldur og menningarstofnanir og söfn líka í fjárhagsáætlun ársins. Við viljum líka vinna því að gera ókeypis vatn aðgengilegt víðar í borginni sem bæði lýðheilsumál og skref í því að gera borgina enn betri útivistar og íþróttaborg. En til þess að draga saman að þá tel ég, ágæti forseti og kæru borgarfulltrúar, augljóst að ársreikningur Reykjavíkurborgar endurspegli ábyrga og sterka fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Niðurstaðan ótvíræð og tölurnar tala sínu máli eiginlega hvar sem á ársreikninginn litið. Þessi árangur væri ekki að nást ef ekki væri fyrir ötulla vinnu og starf bæði málaflokka borgarinnar, miðlaraskrifstofu, fjármálaskrifstofu og starfsfólks og stjórnenda í B-hlutafyrirtækjunum. Og fyrir allt þetta starf vil ég þakka sem og borgarstjórninni allri. Það hefur verið góð samstaða það að fjármálin skipti mjög miklu máli. Það hefur verið breið samstaða í því hagræðingarverkefni sem að unnið hefur verið að og ég held að við getum öll verið ánægð með þann árangur sem ársreikningur síðasta árs sýnir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og næstu tekur til máls Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Nú höfum við ársreikning ársins 2016 fyrir framan okkur. Hann var kynntur nokkuð vel í borgarráði 27. apríl síðastliðinn og skýrsla fjármálaskrifstofu afar vönduð og gagnleg við að setja sig inn í stöðu mála. Og það full ástæða til þess hérna í upphafi að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir velunnin störf við framsetningu ársreiknings, vandaðar upplýsingar og mikla vinnu við að framfylgja öllu sem framfylgja þarf í tengslum við fjárhagsáætlanir, ársreikninga og rekstur, vinnu við hagræðingarkröfur og endalausar stefnumótanir. Og þetta eru starfsmenn bundnir af þeirri stefnumótun sem meirihlutinn ákveður en það eru auðvitað mikilvæga línulagðar sem að við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins erum auðvitað oft ósátt við. Og það hefur borið ansi oft á því á þessu kjörtímabili að þegar eitthvað gengur ekki upp að þá aftur farið í stefnumótun og hún aftur kynnt. Borgarfulltrúi okkar Áslaug Friðriksdóttir skrifaði þetta ágætis grein á dögunum sem fór yfir hvernig þessi vinnubrögð horfa við okkur. Og þetta reyndar aðferð sem hefur reynst borgarstjóra ótrúlega vel í húsnæðismálum. En þar eru glærurnar endurnotaðar ansi oft en það hefur enginn ennþá fundið aðferð til að flytja inn í þær og því gagnast þær ekki að fullu í raunveruleikunum eins og ég geri að frekara umtalsefni hér á eftir. En eins og við tölum í upphafi þessa kjörtímabils að þá erum við með enn eina vinstri stjórnina eða vinstri meirihlutann í borginni nánast samfleytt síðan árið 1994.
en þá náði R-listinn völdum og síðan hafa meirihlutar vinstrimanna verið einhvers konar R-lista samstarf þar sem að ýmsir flokkar hafa gengið í björg með vinstriflokkunum. Ágætu borgarfulltrúar, á borgarráðsfundinum 27. apríl síðastliðinn þá var svo nýbreytni tekin upp að ársreikningurinn var þá þegar gerður opinber en ekki beðið eftir fyrri umræðu í borgarstjórn. Það er til bóta og það lengi þann tíma sem allir borgarfulltrúar hafa upplýsingarnar undir höndum því allir borgarfulltrúar fá tækifæri til að setja borgarráðsfundin þegar ársreikningur er kynntur. Við lýstum borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins yfir ánægju með þessa breytingu. Við höfum líka lýst yfir ánægju með ákveðnar breytingar sem hafa verið gerðar á þessu kjörtímabili á framsetningu, bæði varðandi fjárhagsáætlun og ársreikning, sem við teljum að hafa verið til bóta. Og svo því sé nú haldið til haga. En við sáum samt tækifæri á borgarráðsfundum til að gera enn betur og þess vegna lögðu bæði borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallavinna til að vinnulagi meirihlutans varðandi aðgengi borgarfulltrúa að ársreikningi borgarna verði breytt þannig að allir borgarfulltrúar fái ársreikning á lykli á sama tíma en ekki einungis borgarráðsfulltrúar sem hafa lögbundið hlutverk varðandi afgreiðslu ársreiknings til ytri endurskoðunar. Jæja, þetta eru kannski skiptar skoðanir og þrátt fyrir allt er búið að bæta vinnubrögðin, eins og ég sagði. En við sjáum þarna tækifæri. Núverandi vinnulag þýðir auðvitað að helmingur borgarfulltrúa hefur ekki tækifæri til að rýna ársreikningin og undirbúa sig með sama hætti og fulltrúar í borgarráði. Allir borgarfulltrúar eru bundnir trúnaði, þannig að það ætti ekki vera fyrirstaða fyrir því að afhenda þeim gögn á lykli á sama tíma og þeir borgarfulltrúar sem eiga sæti í borgarráði fá sín gögn á lykli. Við vitum auðvitað að þetta eru viðkvæm gögn, þetta eru innherju upplýsingar og trúnaðarmál, þannig að ég hef ekki áhyggjur af því að borgarfulltrúar fari ekki vel með það. Ég held að reynslan sýni það að það er ekki vandamál. En við sjáum til hvað meirihlutin gerir með þessa tillögu. Þau ráða þessa lokum eins og öðru við stjórn Reykjavíkurborgar og taka ekkert oft undir okkar tillögur. Fella er flestar reyndar, til dæmis í fjárhagsáætlun, eiginlega allar. Felldu tillögu lóðamál á síðasta borgarráðsfundi, þar sem að meirihlutinn felldi tillögu frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins, tillögu sem hefur velkst í kerfinu hér síðan 7. febrúar síðastliðinn, að fjölga lóðum í Úlfarsárdal. Og það er alvarlegur húsnæðisskortur í borginni. Meirihluti sem að fellir svona tillögur hlýtur að vera staurblindur á ástandi á húsnæðismarkaði, þar sem rétt rúmlega 2000 íbúðir hafa verið smíðaðar síðustu 8 árin og það mun vera svipað hlutfall á íbúafjölda og þegar að Íslendingar voru 128.000 en ekki 340.000 eins og núna. Fjölmiðlar sögðu daginn að það væri verið að byggja svipamargar íbúðir núna og gert var á tímum Kristjáns 10. Við skulum vona að það sé verið að slá í klárinn hvað það varðar, en það er allan ekki verið að slá í klárinn hvað varðar það að fjölga lóðum í Reykjavíkurborg. Kem aðeins nánar að því og eftir. Tillaga okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem við köllum stundum nóturnar á netið fékk hins vegar stuðning fyrir allmörgum árum, en hefur reyndar verið lengi í vinnslu síðan þá. Nú er þó búið að vinna í áttina því að uppfylla allt sem í þeirri tillögu var með því sem að mest allt, með því kallað er opin fjármál á vef Reykjavíkurborgar og nýlega var hægt að komast inn í opin fjármálagögn í gegnum vefinn island.is. Þetta eru mjög jákvæð skref í áttina því að framfylgja gamalli tillögu okkar sjálfstæðismanna, tillögu sem við höfum minnt á aftur og aftur, ekki síst Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sem talaði fyrir henni á sínum tíma. Þannig að þarna hafa verið tekin mjög mikilvæg skref, en nóturnar eru reyndar ekki enn komnar á netið. Almenningur getur ekki enn séð fylgiskjöl og reikninga á netinu sem að hlýtur að vera þá næsta skref sem stigið verður til að uppfylla það sem fólki var upphaflega í tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. En mikilvæg skref hafa verið stigin. Meirihlutinn varðandi stjórn Reykjavíkurborgar. Þá reynir meirihlutinn og eðlilega eflaust að hampa því gagnvart borgarbúum að stjórnunin sé góð.
Við í minnihlutanum vitum auðvitað að fjölmargt má og verður að gera betur varðandi rekstur og þjónustu og höfum talað fyrir ýmsum nýjungum á kjörtímabilinu með misjöfnum árangri gagnvart meirihlutanum. Góður rekstur er vitanlega undirstaða góðrar þjónustu og nú þegar að ytra umhverfið er afar hagstætt með mikilli tekjuaukningu sem Reykjavíkurborg fer ekki varhluta af og er vegna aukinna umsvifar í íslensku samfélagi, en því miður ekki vegna hæfileika meirihlutaflokkanna til að reka borgarsjóð með aðgangi. Þannig að miðað við rekstrarsögu vinstri flokkanna má segja að þrátt fyrir þessi meirihluta hafi tekist að ná þokkalega góðu rekstrarári 2016. Hér við fyrri umræðu mun ég fyrst og fremst fara yfir heildarútkomuna og bera hana saman við fyrri ár. Við síðari umræðu þá gefst vonandi tækifæri til að skoða einstaka rekstrarliða á borð við þróun stöðugilda og slíkra þátta sem að hafa mikil áhrif á rekstrarkostnaðinn og segja ákveðna sögu hvort að kerfi er að bólna út eða ekki. Þetta er eitthvað sem ég hef gert í hver skipti og það hefur verið gegnum gangandi allt kjörtímabilið og alveg frá 2010 fjölgun stöðugilda. En ég ætla að láta taka síðar umræðu fyrir það og þá auðvitað fara líka þau sem að tala fyrir hvert svið fyrir sig yfir þau. Auðvitað munum við engu breyta. Ársreikningurinn er hér fyrir framan okkur og hans niðurstaða er ljós. Og rekstra niðurstaða samstæðunar hún er jákvæð 26,4 milljarða króna. Það sem var áætlað að það væri 11,7. Þannig að og í fyrra þá var rekstra niðurstaða neikvæð 5 milljarða. Þannig að þetta er mikil viðsnúningur og þegar við skoðum þetta svo nánar þá má sjá að fjármunatekjur samstæðunnar þegar búið að draga frá fjármagnsgjöld, það eru milljarður, en fjármagnsgjöldin á árinu 2015 voru 13,2 milljarðar. Ég gerði einmitt að umtalsefni þá og gott ef fjármálaskrifstofa gerði það ekki líka að það mætti reikna með því að það yrði viðsnúningur á þessu. Og núna viðsnúningurinn á milli ára, það má mestur rekja til áhrifa fjármunatekna hjá Orkuveitunni, 3,1 milljarður. En þetta eru aðalega gangvirðisbreytingar og borgarstjóri kom reyndar ágætlega inn á það hérna áðan að mjög mikið af stærðunum í samstæðunni, í B-hlutunum, eru reiknaðar stærðir. Þannig að þessar gangvirðisbreytingar þetta eru svona innbyggðar afleiður í raforkusölusamningum hjá Orkuveitunni. Og svo er þessi matsbreyting fjárfestinga eigna félagsbústaða sem allan ég sem borgarfulltrúi fá oft mikla spurningar hvernig standi á því að það sé hægt að reka félagslegt leiguíbúðakerfi með næstu 11 milljarða afgangi eða tekjum. Og það er auðvitað ekkert auðvelt að útskýra fyrir öllum að þetta sé í rauninni bara einhver færsla, bókhaldsfærsla sem að verði ekki að peningum. Þetta er auðvitað rosalega mikið tekjur upp á tæpa 11 milljarða á félagsbústöðum sem í rauninni verða til vegna ofþenslu á húsnæðismarkaði. Ofþenslu á húsnæðismarkaði sem að skapast af ónógu framboði sem að stórum hluta þetta heimatilbúin vandi eins og við höfum margoft sagt í boði meirihlutans í Reykjavík. En þegar við erum búin að draga þessa stærðir frá sem að ég fór hérna yfir áðan, þessar reiknuðu stærðir, þá er jákvæð niðurstaða samstæðunnar ekki 26,4 milljarðar, heldur 15,4. Það eru auðvitað alla stærðir viðkvæmar fyrir utanaðkomandi breytingu. 10% verðbreytingu upp eða niður á álverði þýðir 3,8 milljarðar gjald eða tekjufærsla vegna gangvirðisbreytinga, bara sem dæmi. En veltufé frá rekstri hjá samstæðunni er sterkt og hefur verið þrátt fyrir allar þessar tilfærslur að þegar við skoðum veltufé frá rekstri þá er það sterkt og við höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fyrst og fremst haft áhyggjur af A-hlutanum sjálfum þar sem skatttekjur hafa ekki dugað til að reka þjónustu borgarinnar. Þannig að til að draga þetta saman þá er stór hluti af rekstrarárangri samstæðunnar komið til vegna reiknaðra stærða sem að geta sveiflast ár frá ári. Og það höfum við reyndar alltaf rætt og viðurkennt og ég man ekki eftir miklum ágreiningi svo sem túlkun á því. Og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum stutt aðhaldsaðgerðir vegna Orkuveitunnar
og við erum ánægð með að þar hefur náðst ágætur árangur þó að við teljum að frekar eiga að lækka gjaldskrár vegna betri rekstrar heldur en að fara að borga arð til borgarsjóðs. Og ef maður skoðar svo A-hlutann, borgarsjóðinn, þá rekstrarniðurstaða A-hlutans í ákvæðum 2,6 milljarða sem til mikilla bóta frá gríðarlegum rekstrarhalla undanfarin ár eða allt frá árinu 2010 með undantekningu árið 2013 sem var einhvers konar bókhaldshagnaður vegna undirlegra lítillar hækkunar lífeyrisskuldbindinga það árið. Þannig að rekstrartekjur A-hluta fyrir árið 2016 eru þá komnar í rúma 100 milljarða og 567 milljónir og það var töluvert yfir áætlun. Sjáum við að útsvarið er 1,3 milljarða yfir áætlun og jöfnunarsjóðurinn 0,5 milljarða yfir áætlun en svo eins og kom fram í máli borgarstjóra fasteignaskattar vegna lækkunar fasteignaskjalda á Hörpu undir áætlunum tæpar 800 milljónir og þjónustutekjur líka. En á þessu má sjá að það er mikil tekjuaukning. Af því að þetta eru bara frávikin frá áætluninni. Útsvar 1,3 milljarða yfir áætlun. Þetta eru bara frávikin. Í áætluninu sjálfri er vitanlega reiknað með mikilli tekjuaukningu eða var fyrir árið 2016. En það sjáum við það, ágætu borgarfulltrúar, að rekstrartekjur A-hlutans þær hækka 9,5 milljarð milli áranna 2015 og 2016. Jú, við erum auðvitað með útsvari í botni, stærsta sveitarfélag landsins sem er hámarksálagningu skatta á sína íbúa í formi útsvars, sem er auðvitað stærsti einstaki tekjupósturinn hjá borginni. Og veltufið fyrir rekstri A-hluta var 10,9% af tekjum A-hlutans á árinu 2016 sem var betri niðurstaða en gert var ráð fyrir útkomuspá ársins, rétt eins og árið 2015 þó að þá hafi reynda veltufið fyrir rekstri verið óásættanlega lágt eins og árin þar á undan. Viðmið fjármálaskrifstofu hefur verið að lágmarki sér 9% sem hefur ekki náðst fyrir árinu 2016 og það var komin tími til auðvitað eftir allt og lágt hlutfall í of langan tíma. Sá hér stendur var oft með viðmið í 11% á glærum og miðað við veltufé fyrir rekstri í nágrannasveitarfélögunum, en það er auðvitað mismunandi. En á síðasta ári þá eru bæði Hafnarfjörður og Garðabær með hærra veltufé fyrir rekstri en Reykjavík. En þetta viðmið við önnur sveitarfélög skiptir ekki öllu máli, því að það er samspil rekstrar og skulda í hverju sveitarfélagi fyrir sig sem ákvarða lágmark veltufjár fyrir rekstri og að sjálfsögðu er lagt traust á mat fjármálaskrifstofu borgarinnar hvað það varðar. Fjármálaskrifstofan tekur reynda fram að mikilvægt sé að veltufé sé nokkuð umfram 9–10% tekjum meðan spenna ríkir á vinnu- og fasteignamarkaði og að sú spenna haldi áfram að aukast og þetta sé til þess að stuðla stöðuleika í rekstri borgarinnar yfir hagsveifluna og skapa svigrúm til að mæta áhrifum niðursveiflu síðar meir. Og það er auðvitað eðlilegt og fjármálaskrifstofan bendir á að það sé mikilvægt að ríflegur afgangur verði af rekstri A-hlutans. Og það skulum við svo sannarlega vona og við munum leggja okkar fram, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, ef við getum einhvers staðar lagt hönd á plóg með það, að það verði áfram ríflegur afgangur af rekstri A-hlutans, því að ekki veitir af, það þarf að borga niður skuldir og það þarf svona að ná sér eftir þessi erfið ár. Nú að lokum að varðandi A-hlutana þá langar mig til að minna á að skuldir hans aukast þrátt fyrir bættan árangur í rekstri. Það eru aukast 3 milljarða frá 2015 til 2016. Þannig að nú eru skuldir og skuldbindingar A-hluta komnar í 83,7 milljarða og heildarskuldir A- og B-hluta samtals eru 290 milljarðar. Þannig að ennþá er Reykjavík í hópi skuldugustu sveitarfélaga landsins með undanþágu vegna skulda Orkuveitunar til að vera undir 150% skuldahámarkinu samkvæmt lögum. En við sjáum það að A-hlutin er að hækka, þannig að eins og ég sagði áðan, við höfum ekki haft ýkjamiklar áhyggjur af B-hlutanum, fyrirtækjum borgarinnar með sterkt veltufé fyrir rekstri og þar hefur verið möguleiki á að greiða niður skuldir. En ennþá eru skuldirnar að hækka á A-hlutanum. Ágætu borgarfulltrúar, eins og ég hef nefnt fyrr í þessari yfirferð, þá má lesa góðar skýringar í skýrslu fjármálaskrifstofu borgarinnar hin ýmsu frávik í rekstrinum og ábendingar í greinargerðum sviðanna. Það má líka finna viðvaranir varðandi reksturinn og skýringar á því hvers vegna áætlun stenst ekki.
En það er ekki auðvelt og í rauninni er það ekkert í ársreikningnum. Það er ekki auðvelt að finna út hvernig tekist hefur til með hagræðingaraðgerðir. Ég geri mig grein fyrir því að það er meira en að segja það að finna út hvað það er í rekstrinum sem að breytist vegna hagræðingaraðgerðina. Geri mig alveg grein fyrir því. Það er snúið og það er mikil vinna. Vegna þess að það er ýmsir þættir sem hafa áhrif á annarkvort rekstrarbata eða verri rekstur og það hafa einhverja greinargerðir verið lagðar fram sem trúnaðarmál hjá sviðunum þetta en það er ekki hægt að lesa þetta úr ársreikningunum. Bara alls ekki, það er ekki hægt að lesa þetta úr ársreikningnum, það er ekki hægt að lesa þetta úr greinargerð Fjármálaskrifstofunnar, það er ekki hægt að lesa þetta úr greinargerð sviðanna, nema kannski það sem er fjallað viðbótarframlög til skólamálana. Það kemur fram í greinargerð sviðs, viðbótarframlög til skólamálana, sem var í raun ákvörðun meirihlutans að bakka með algjörlega óraunhæfar niðurskurðarkröfur í skólanum og í skólamáltíðum. Þannig að ég auðvitað vænti þess að við sjáum einhvern tímann einhverja samantekt þetta en væntanlega verður alltaf mjög erfitt að meta árangurinn af þessum hagræðingaraðgerðum. Það fer bara inn í heildarpúlíuna og við sjáum að minnsta kosti ekki ársreikningnum hvað þetta er. En ágætu borgarfulltrúar, forseti, þau eru ansi mörg árin sem hefur verið hallarekstur á borginni, sem að þýðir að við þurfum tíma til að bæta stöðuna og skuldir aukast ennþá. Þó að reikna megi með að á árinu 2018 þá muni, það bara hlýtur að vera, að árinu 2018 muni reksturinn loksins standa undir fjárfestingum og greiðslu skulda. Ég ætla rétt að vona að við sjáum það að skuldir aðhlutans haldi ekki áfram að aukast. Það er reyndar kosningaár, þannig að við skulum vera öllu viðbúin svo sem, en miðað við núverandi stöðu í þjóðfélaginu, með mikilli tekjuaukningu, þá getur fjóraflokka meirihlutin í borginni reynlega, hann getur ekki rekið borgarsjóð með tapi. Það er eiginlega bara ekki hægt. En það þýðir ekkert að endilega að reksturinn verði eitthvað stórkostlegur eða íbúarnir fara að finna fyrir minni skattpíningu. Því að það virðist ekki vera stefna þessara flokka sem mynda meirihlutan að létta álögum af íbúum hvað varðar útsvarið að minnsta kosti. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljum að sjálfsögðu gera tvennt í rekstrinum að minnsta kosti og það má sjá í tillögugerð okkar í fjárhagsáætlunum. Það er sem sagt við viljum betri forgangsröðun ýmissa framkvæmda og fjárfestinga sem að þýðir það að við viljum sjá aukna áherslu á það sem kallast grunnþjónusta borgaranna, hvort sem það er þjónusta við eldri borgara eða skólakerfið. Og í þessum málum höfum við talað fyrir nýjum lausnum, ekki síst Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi, sem hefur talað fyrir fjölda tillagna velferðartækni og tengd mál. Og við viljum lækka álögur á borgarbúa því að það á ekki að þurfa að vera með hámarks útsvar í stærsta sveitarfélaginu á Íslandi. Það kom fram hér í máli borgarstjóra áðan að það eigi að lækka leikskólagjöld. Síðast þegar leikskólagjöld voru lækkuð og ég veit að þetta er í samræmi við málefnasamning þessara fjögurra flokka. Og þá allan til mín sem borgarfulltrúa bárust aðalega kvartanir frá foreldrum það að leikskólarnir hefðu úr svo litlum fjármunum að spila að þjónustan þar væri að versna, það væri erfitt að manna það og svo framvegis. Og flestir foreldrar sem að ég talaði við sagði við viljum miklu frekar fá að borga hærri leikskólagjöld og fá betri þjónustu. Heldur en að sé verið að lækka leikskólagjöldin enn frekar og þjónustan versni. Og stjórnendur leikskólana og starfsfólk hafi bara ekki þau úrræði sem þau nauðsynlega þurfa til þess að geta rekið góðan leikskóla fyrir börnin okkar. Þetta er auðvitað atriði sem skiptir máli. Auðvitað viljum við hafa allt svona í eins lágt og hægt er, en ef það er farið að rekast á rekstrartilgang leikskólana og þjónustu þeirra, þá er það verulega umhugsunarvert. Ágætu borgarfulltrúar, við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum ítrekað lagt til, ég nefndi hérna húsnæðismálin í upphafi, að Reykjavíkurborg skipuleggi nýtt land í Úlfarsárdal.
borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallavinni hafa ítrekað lagt það til líka. Að skipuleggja nýtt land í Úlfarsárdal undir lóðir, auðvitað langt umfram það sem að nú í pípunum, en núna í deiliskipulagsfarvegi. Því það húsnæðisskortur með tilheyrandi hækkun húsnæðisverðs langt umfram það sem skynsamlegt getur talist með þeim áhrifum að ungt fólk kemst ekki úr foreldrahúsum. Nú meðalaldur við fyrstu kaup komin í 34 ár. Og samkvæmt nýlegri úttekt á mannfjölda þá lækkaði hlutfall Reykjavíkur með íbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu 20. ári í röð. 20 ári í röð hefur hlutfall Reykjavíkur með íbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu lækkað. Reykjavíkingar voru 65% af íbúum höfuðborgarsvæðisins 98 og eru 57% í lok síðasta árs. Samt eigum við nóg landrými. Samt gætum við alveg fjölga fólki hérna. Fólk vill alveg búa í Reykjavík. Það bara fær ekki lóðir. Það getur ekki byggt. Og við leggjum til að skipuleggja nýtt land, fleiri lóðir. Vantar kannski 4-5 íbúðir bara núna. Nei, það fellt. En ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að láta þetta nægja í yfirferð minni við fyrri umræðu og eins og ég sagði áðan að þá hafði ég hugsað mér að fara svo yfir stöðugildi og eitt og annað við síðar umræðu og vænti þess að forseti leyfi mér þá sem fyrr að nota glærur við það tækifæri. Já, það hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við leggjum hér fram ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 og ég þakka borgarstjóra fyrir sína yfirferð yfir helstu atriði ársreikningsins. Það var góð og gagnleg og á köflum skemmtileg ræða. Skemmtilegust reyndar fannst með glæran sem að sýndi. Hún tekin beint úr skýrslu fjármálaskrifstofu, sýndi þróun skulda samstæðunar sem að lækka verulega. Hugsanlega getur afistur einhverjum að lesa úr þessu en þetta var góð glæra. Nokkuð skýrað mér fannst. Halldór Halldórsson borgarfulltrúi hélt hér ágætisræðu, eða nei, hún ekki ágætt, en hann hélt ræðu húsnæðismál meðal annars og þá skýru stefnu Sjálfstæðisflokksins og minnihlutans í raun að snúa af þeirri stefnu sem öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og í raun og veru flest öll sveitarfélög í heiminum hafa mótað sér að einbeita sér að þéttingu byggðar, byggja inn á við í stað þess að brjóta nýtt land í okkar tilviki, stefna sem að snúið var frá með samþykkt aðalskipulags hins nýja og þróun sem í raun og veru verið að vinda ofan af því aðalskipulagi sem að árætur að rekja til ársins 1960 líklega. En þetta nú umræða ársreikning, ekki skipulagsmál, en það veitir greinleitt af að taka hér reglulega umræður skipulagsmál því að það eins og það svona, já, þetta snýst ekki bara skoðun, þetta byggir á faglegum úttektum og útreikningum, hvernig best að haga skipulagsmálum borga til þess að þær funkari sem best og tími til komin að íbúar Reykjavíkur og ekki síst borgarfulltrúar átti sig á að hér borg. Hér verið að skipuleggja borg, ekki lítið þorp, ekki einhvers konar dreifbýli,
heldur borg, þétta borg. Og hún mun stækka fyrst og fremst inn á við og það mun auka lífsgæði borgaranna, það mun auka ráðstöfunartekjur borgaranna og hugmyndir einhvers konar quick fix, leyfi ég mér að sletta hér, lausnir, í raun og veru einskis virði. Þannig það nú bara. Ársreikningurinn hann sýnir skýrt árangur ábyrgrar fjármálastjórnar og í því sambandi og varðandi framsetningu hans þá voru hér ágætis tillögur frá borgarfulltrúa Halldóri Halldórssyni meðferð gagna og minnislykla og við munum skoða þær vel og vandlega eins og fjölmargar aðrar mikilvægar tillögur minnihlutans, förum vel yfir það. Eitt sem mig langar aðeins að nefna hérna vegna þess að það fyrst og fremst í tengslum við framlagningu og gerð ársreikninga sem að reynir á endurskoðunarnefndin okkar en endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar er undirnefnd borgarráðs í málum sem að varða eftirlit með innra eftirliti og innri endurskoðun og áhættustýringu og þetta nefnd sem að gegnir mikilvægu hlutverki fyrir hönd okkar borgarráðsfulltrúa. Hún hefur verið starfandi, eða samþykkt hennar var staðfest í borgarstjórn 10. júlí 2014 og endurskoðunarnefndin hefur 3 meginviðfangsefni. Það vinnuferli við gerð reikningsskila, fyrirkomulag og virkni innra eftirlits, innri endurskoðun og áhættustýringu og störf ytri endurskoðanda. Það er mikill styrkur að þessari nefnd sem auðvitað skipuð fagfólki á sviði endurskoðunar og vil ég færa endurskoðunarnefnd kærar þakkir fyrir hönd borgarráðs fyrir þeirra störf. Nú eins og áður sagði þá fór borgarstjóri ítarlega yfir svona helstu atriði ársreikningsins þannig að ég ætla nú ekki að vera að endurtaka þau í neinum smáatriðum en nokkur atriði sem að vert að nefna. Eitt mjög ánægjulegur breyting sem að verður á í þessum reikningi að lífeyrisskuldbindingu áætluð nánast rétt. Þar skeikar 25 milljónir króna en skuldbindingin farið 5,1 milljarð og þetta mikil breyting frá því sem verið hefur. Sérstaklega ánægjuleg og sérstaklega ef áframhald verður á að við getum áætlað svona nákvæmlega fyrir þessari skuldbindingu. Þetta hefur verið einn stærsti óvissuþátturinn í reikningum Reykjavíkurborgar undanfarin ár og vonandi að við séum að ná svona betri jafnvægi á áætlanir þessar liðar. Það má eiginlega segja að lífeyrisskuldbindingin hafi verið það sem hefur sett ekstra tölu borgarinnar í mínus undanfarin ár. Miklar sviptingar í kjaramálum og endurútreikningur lífslíkna bóðu þar sérlega þungt á þar síðasta árið, þar séð 2015, síðasta ársreikningi. Og án þessara liða þá hefur náttúrulega reikningurinn verið í jafnvægi. Annað sem kom nú hér upp í ræðu borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar og hann nefnir það að útsvar hér í borginni sé í botni og hann hefur ítrekað nefnt þetta og einnig nefnir hann ítrekað að þannig sé þetta ekki hjá nokkrum sveitarfélögum í kringum okkur en rekstur þeirra enga síður í plús. Og í raun og veru að því, eða ég allavega skila þannig að þar sé betur haldið á málum. Það eitt sem mjög áhugavert í þessu samhengi. Og það það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að Reykjavík undanskildu fá umtalsverðar upphæðir úr jöfnunarsjóði umfram það sem fer til reksturs málaflokks fatlaðs fólks og Reykjavíkurborg hluti af því en hin sveitarfélögin fá umtalsverðar upphæðir til reksturs grunnskóla úr jöfnunarsjóði. Garðabær fá 200 milljónir, Kópavogur 300, Hafnarfjörður ríflega 600, Mosfellsbær 360 milljónir, 361 ef maður rétt. Þetta auðvitað veruleg búbót fyrir þessa aðila sem á móti fullnýta ekki tekjustofna sína
Ég held að Garðabær verði af eitthvað 500 milljónum króna með því að fullnýta ekki útsvarið, en fær svo 200 milljónir frá jöfnunarsjóði upp í það gat. Og þetta auðvitað sérstaklega áhugavert í sambandi við umræðum tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Eðlilega renna 2 grímur á fulltrúa ríkisins þegar að fulltrúa sveitarfélaga benda á misskiptingu tekjustofna, en vegna þess að nokkur sveitarfélög nýta ekki sína tekjustofna til fulls, þá kemur þetta svona eðlilega fólki svolítið spánst fyrir sjónir og það kannski ekki mikið mál að nýta ekki tekjustofnuna sína ef að mismunurinn að stórum hluta greiddur úr sameiginlegum sjóðum. Það að segja jöfnunarsjóði. Og ég leyfi mig bara að segja að það auðvelt að vera flottur á því á kostnað annarra, en ekki til eftirbreytni kannski. Og ég ætla rétt að vona að þetta sé ekki sá háttur sem við tökum upp hér, Reykjavíkurborg. Og það ánægjulegt að öll svið borgarinnar eru innan fjárheimilda. Þó ber að geta þess að velferðarsvið það með bundnliðum, en 1,9% yfir þegar að bundnliðir eru teknir út, og í því samhengi verður enn og aftur að benda á að nokkru liðir sem að tengjast yfirflutningi á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga eru enn ófjármagnaðir. Og það mat fjármálaskrifstofu að það séu 1300 milljónir sem að standi þar út af, sem að í raun og veru þyrfti aukið framlag frá jöfnunarsjóði til að standa fullu undir rekstri málaflokksins eins og hann var hugsaður við yfirflutningin. Og þar vega nokkrir þættir þungt. Þetta eru börn með fjölþættan vanda eða alvarlega þroska- og geðraskanir. Þar vantar umtalsverða fjármuni, 200 milljónir ríflega. Það verður að ganga frá fyrirkomulagi varðandi NPA, notendastýrða persónulega aðstoð. Það eru mjög aðkallandi mál. Við þurfum að fá lausn á því hvernig við höfum að standa að lengri viðveru fatlaðra barna og þjónustu við fötluð ungmenni í Hinuhúsinu. Og þetta eru þættir sem verður að ganga frá með fullnægjandi hætti hið allra fyrsta. Þeim var haldið utan við endurmat fjármögnunar á málaflokknum, en það hefur verið vinna í gangi við að skilgreina hvaða fjármagn ætti að fylgja þessum þáttum, en það svona gengur helst til hægt og því miður það ekki okkar reynsla. Við fáum greitt aftur það sem við höfum þegar lagt út fyrir mismuni svona þátta, því miður frá ríkinu. Þannig að það mjög mikilvægt að þetta gerist sem allra fyrst. Að samanskapi ánægjulegt að sjá að skóla- og frístundasvið innan fjárheimilda og eins og komið hefur fram þá þetta næst það með því að það var verulega auknu fjármagni veitt til reksturs sviðsins frá upphaflegri áætlun, en það að skila sér og það stendur vinna yfir við að greina enn dýpra rekstur eininga sem heyra undir sviðið, ásamt auðvitað mjög merkilegri vinnu sem að snýra mótun menntastefnu og full ástæða til að binda mikla vonir við þá vinnu. Og þetta misjafnt hvernig þetta hefur fólk misjafna sýn á það hvernig ber að standa að hlutum, rekstri og svona bara skipulagi hlutana almennt. Flestir eru á því að það sé gott að móta sér stefnu og endurskoða hana með reglulegu hætti og reglulegu millibili, og það er svona almennt í fræðunum talið heppilegt, og við hefum reynt að svona ástunda slíka hætti. Og það er auðvitað ekki þannig að stefna sem hún samþykkir hún haldi óbreytt ókomna tíð, heldur það yfirleitt innbyggt í stefnumótuna. Þú endurskoðar vinnuna með jöfnum millibili. Og það sem betur fyrir gert hér undir forystu núverandi meirihluta hér. Nú eins og
ég sagði að þá fór borgarstjóri hér ákveðlega yfir skuldaþróun og þetta veltu fyrir frá rekstri. Það ekki hægt að koma hér upp í ræðustól í tengslum við fjármálaumræðu án þess að nefna veltu fyrir frá rekstri. Sérstakt áhugamál okkar borgarfulltrúa enda mikilvægur liður og þessi liður að þróast á mjög jákvæðan hátt og heildina litið og það auðvitað stundum fæ ég á tilfinninguna að það stundum sett fram svolítið undarleg sýn á þessa lið og þetta eru gögn þess eðlis að þau má túlka með mismunandi hætti. Og þess vegna er þetta mikilvægt að setja gögn fram á sem á opinn hátt þannig að fleiri en einn og fleiri en tveir geti dunda sér við úrvinnslu þeirra. En ég fæ stundum á tilfinninguna að það sé einhvern veginn, já þetta er nú frasin sem var notaður til dæmis dálítið fyrir síðustu kosningur, að það standi yfir örvæntingafull leita ágreiningi af hálfu minnihlutans. Og ég einhvern veginn, mér finnst þessi örvæntingafulla leit vera svona að ágerast á ný og já, veit svo sem ekki til hvers það leiðir. Mér finnst það svona heldur klént eins og gagnrýnandinn sagði einhvern tímann. En það verður auðvitað hver að eiga við sig það. Nú, fyrirtæki borgarinnar, það er að segja B-hlutinn, stendur vel og það verður auðvitað náðst undraverður árangur hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Þar var tekið á gríðarlega erfiðri stöðu eftir hrun og árunum í kjölfarið og nú hefur verið ágæta plan sem svo var nefnt, runnið sitt skeið á enda. Ég minnist ég þess nú ekki að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi samþykkt planið á sínu tíma eins og mátti hugsanlega skilja hér á orðum borgarfulltrúar Halldórs Halldórssonar. Þeir sátu hjá við afgreiðslu plansins, fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, en aðrir borgarfulltrúar samþykktu það og stóðu þannig að því og þeirri merkilegu vinnu sem þar átt sér stað. Nú öll markmið plansins náðust og gott betur. Og við sem stóðum að þessum miklu aðgerðum getum verið stolt af okkar þætti í því. Nú gefst tækifæri til að takast á við málefni Orkuveitu Reykjavíkur á nýjum forsendum og þar fyrst og fremst verið að ræða hvernig að verja hagnaði. Það eru auðvitað deildar meiningar hvernig að gera það, hvort að taka arð af hagnaði, lækka gjaldskrár, auka framkvæmdir eða annað. Líklegast að það verið farin einhvers konar blöndu leið, en við skulum þó hafa það hugfast að í eigendastefnu fyrirtækisins tekið ágætlega á þessum þáttum. Þar raun skýr leiðbeining hvernig við eigum að meðhöndla fyrirtækið, bæði þegar að vel gengur og eins þegar að harðnar á dalnum. Þannig að enda þetta fyrirtæki sem hefur séð báðar hliðar, þannig að við höfum töluverða reynslu þannig. Og í því samhengi þá ítrekaði mér finnst rétt að íhuga hvort ekki sé eðlilegt að þeir sem tóku ábyrgðina á fyrirtækinu í hremmingum þess njóti ábandans fyrr en aðrir. Og samanskapið þá finnst mér rétt að ítreka og nefna að hækkun gjaldskráa sem hefur stundum verið gerð hér að miklu aðalatriði í björgunaraðgerðum Orkuveitunar var í raun aðeins lítill hluti af heildarlausninni, það er að segja á fjárhagsvanda fyrirtækisins. Og gjaldskrár eru lágar í okkar samfélagi, en við búum auðvitað við óstöðugan gjaldmiðil og því bráðnauðsynlegt að tengja verðskrár við vísitölu. Að þessu sögðu þá ástæða til að þakka starfsfólki og stjórnendum Orkuveitu Reykjavíkur fyrir góðan árangur. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra að sinni en ég vil þakka starfsfólki borgarinnar öllu kærlega fyrir velunnin störf á árinu og þess ber merki í þessum árseiningi. Ég þakka sviðsstjórum og skrifstofustjórum sérstaklega fyrir ánægilegt og árangursríkt samstarf á árinu. Það svona það fólk sem ég kannski mest samskipti við og fjármálaskrifstofu sérstaklega, fjármálastjóra og hans góða samstarfsfólki. Nú borgarunum þakka ég ánægileg samskipti og kannski bara ekki síst fyrir það að vera borgarar í Reykjavík og miðað við þann hraða sem á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík þá fer þeim
ört fjölgandi þessum borgurum, enda hvergi betra að búa en í Reykjavík. Takk fyrir. Það borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Nei, alls ekki. Jesús, það fara að blæða inn á heilan hjá mér. Þá borgarfulltrúi Birna Sveinbjörnsdóttir næst á mælendaskrá. Það er bara að klára þetta. Það er bara ekki síðust. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Nú til umræðu í dag ársreikningur Reykjavíkurborgar. Í ársreikningi Reykjavíkurborgar í dag eru reiknaðir stærðir stórir áhættuþættir og áhættuþættir þegar kemur að þeirri rekstrarniðurstöðu samstæðunnar sem skilur okkur 26 milljarða króna tekjuafgangi. Þessi helstu áhættuþættir eru 3 og ætla ég að gera þá umfjöllunarefni mínu hér. Það er í fyrsta lagi þar undir mat á fasteignafjárfestingu félagsbústaða. Nú síðan það óskabarn eða olnbogabarn Reykjavíkurborgar, allt eftir því hvernig vindar blása í efnahagsumhverfi þjóðarbúsins, en það er Orkuveita Reykjavíkur. Og síðan og ekki síst í þriðja lagi gengishagnaður. Borgarstjóri nefndi reyndar sjálfur hér í ræðu sinni áðar ákveðna froðuhagnað væri að ræða þegar kemur að mat á fasteignafjárfestingum og mun ég mögulega gera orð hans að mínum hér í dag. En þetta þessi 3 þættir sem ég ætla að ræða hér í dag ásamt því að draga upp sýn mína á tekjuþróun borgarinnar. Fyrir þá sem fylgjast með umræðunni og á þess að þurfum kannski ekki að fara yfir það með borgarfulltrúum og þá skiptist náttúrulega uppgjörið okkar í A- og B-hluta sem mynda samstæðurnar. Og A-hlutin aðalsjóðurinn og eignasjóður og B-hlutin þar undir eru fyrirtæki sem við í Reykjavíkurborg eigum að öllu leyti að hluta til. En fjárfestingaeignirnar sem eru fasteignir sem eru í eigu félagsbústaða, þær eru til þess að afla leigutekna og það er venja að fjárfestingareignir séu gerðar upp á gangverði. Þegar gangverð þessara eigna metið stuðst við fasteignamat þeirra eins og það er skráð í Þjóðskrá Íslands og þannig eru færðar að því líkur að fasteignamatsverð þessar eigna sé það gangverð sem ætla má að eignir myndu hafi viðskiptum á frjálsum markaði. En ég tel að það sé eðlilegt að vekja nokkra athygli á það fjárhæðum sem liggi hér til grundvallar vegna þess að matshækkun eigna félagsbústaða árið 2016 nam tæpum 11 milljörðum króna sem er 20,5% hækkun frá fyrra ári. Hækkunin á milli áranna 2014–15 var 8,7 eða rúmlega 4 milljarðar. En af hverju tel ég þörf að staldra hér við? Jú, það er vegna þess að matsbreyting fasteigna félagsbústaða hefur verulega áhrif á rekstrarafkomu Reykjavíkurborgar. Ef alltaf 42% af þeim 26 milljarðum sem kynntar eru í ársreikningi sem rekstrarafgangur samstæðunnar tilheyra þessum útreikningum. Við hljótum því að spyrja okkur sem stjórnendur Reykjavíkurborgar hvort eðlilegt sé að meta fasteignir sem aflað til þess að sinna lögbundnu hlutverki sveitarfélags, samanber 12. kafla laga nr. 40 frá 1991 félagsþjónustu sveitarfélaga. Er rétt að meta þessar eignir með sama hætti og eignir fasteignafjárfestingafélaga, þar sem allt fast fyrir rétt verð? Nú er það svo að það eru önnur lögbundin hlutverk sem við í Reykjavíkurborg sinnum og þær eignir sem að það er svolítið með skólalóðir, skólahúsnæði, frístundahúsnæði, eru eignir eignasjóðs og eru ekki endurmetin með sama hætti. Í skýringum með ársreikningi segir að fasteignafélagsbústaða HF sem eru í eigu félagsins séu til þess að afla leigutekna. En það er að hluta til rétt því að eignirnar eru þarna því að á sveitarfélaginu Reykjavík hvílir skylda til að sjá sínu verðstöddu íbúum fyrir húsnæði á viðráðanlegu verði. Rétt er að taka fram að fasteignar sem skráðar eru til eignasjóði eru ekki endurmetnar. En hlutverk félagsbústaða samkvæmt samþykktum sínum kaup og sala eigna? Samkvæmt tilgangi félagsins og því sem fram kemur á heimasíðu tilgangurinn að eiga og reka félagslegt leiguhúsnæði í Reykjavík og að þessi þjónustufyrirtæki húsnæðismarkaði. Og samkvæmt því hlutverk félagsbústaða því ekki að selja fasteignir og því leyfi ég mér að gera velugar athugasemdir við þessa aðferðafræði þrátt fyrir að hún sé í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla. Fasteignamat tekur bæði til hús og lóðar og skiptist í húsmat og lóðamat
og því hefur Reykjavíkurborg töluvert mikið að segja þróun fasteignamarkaðsverð með því að selja dýrar byggingarlóðir eins og staðan í dag. Ég tel því rétt að nema hér staðar og óska eftir svari frá borgarstjóra. Hann reyndar að koma inn að ræðu sinni og sagði að það stæði ekki til þess að selja eignir félagsbústaða. En einhverja hugmyndir hjá núverandi meirihluta að setja félagið á markað eða selja það í einhverju einkavæðingarferli? Hvernig getum við annars, ef að svari við þessu neikvætt borgarstjóri, réttlætt að þessar fasteignir séu metnar á gangverði? En þrátt fyrir hagstæðar reiknaðar tölur frá félagsbústöðum þá staða þeirra ekki góð og sér fjármálaskrifstofa þörf á því að nefna sérstaklega sem ábendingu og óhagstæða þróun í umhverfi félagsbústaða sem hefur leitt til hækkan á leiguverði umfram verðlag og ljóst að ekki verður einskiptishækkun að ræða sem reyndar búin að eiga sér stað núna árinu 2017 og ekki einskiptishækkun að ræða sérstaklega þegar horft til fjárhagslegra greininga á stöðu félagsins næstu árin og því að félagið hyggst fara í útgáfu eigin skuldabréfa á næstunni. Þá það varðandi Orkuveituna og án þess þó að fara að ræða málefni Orkuveitu Reykjavíkur sérstaklega, þá ekki hægt annað þegar ársreikning Reykjavíkurborgar að ræða. Álverð á alþjóðamarkaði og gengisþróun hafa verulega áhrif á reiknaðar stærðir sem snerta raunverulega ekki sjóðstreymi Orkuveitunar en færast til rekstrar og á árinu 2016 þá urðu í fyrsta skipti árabil jákvæð áhrif sem hafa afgerandi áhrif á heildarniðurstöðu reksturs Orkuveitu Reykjavíkur og þar með talið Reykjavíkurborgar. En mismunur á tekjum og gjöldum Orkuveitu Reykjavíkur rúmlega 13,3 milljarðar sem skila sér beint í rekstur samstæðu borgarinnar. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Halldór Halldórsson fór vel yfir það í ræðu sinni hér áðan hversu mikil áhrif lítið flökt í álverði hefur á þær stærðir sem hér eru til umfjöllunar. Sú staðreynd öllum ljós að gengi íslensku krónunnar styrktist verulega árinu 2016. Gengishagnaður sveitarfélagsins árinu 16 nam 8,5 milljörðum króna sem eru bæði farið til lækkunar á höfuðstóls erlendra lána og til tekna í rekstrarreikningi. Þannig að það ekki beint rekstrarasnill þessa meirihluta sem hér situr að ræða þegar verið að horfa til afkomu, hvorki A-hlutas né samstæðunnar í heild. Sá þáttur sem ég vil einnig gera að umræðuefni hérna í ræðu með í dag eru skatttekjur borgarinnar og hver stefna Reykjavíkurborgar til þess að auka skatttekjurnar. Hvert prósentustig hátt þegar talað um skatttekjur hjá Reykjavíkurborg. Við megum ekki gleyma því að 1% aukning í tekjum með að við núverandi tölur fær okkur 700 milljónir króna aukalega í kassan. Skatttekjur nágrannasveitarfélaga okkar hafa aukist mun meira og má þar nefna Kópavog þar sem aukningin 13,6% á milli ára, Garðabæ 12,4% en við í Reykjavík erum í 10%. Hefði hækkunin verið jafn mikil í Reykjavík og Kópavogi hefði verið að horfa fram að minnst okkur 2,1 milljarði meira í tekjur. En þegar rýnt nánar í þær tölur sem farið í á lið 24 í skýringum með ársreikningi að þá sést að það hækkun á fasteignagjöldum sem nemur 15%, útvarpstekjur hækkun tæp 11%, þjónustutekjur tæp 9%, en síðan kemur liður söluhagnað eigna 90% og við óskum eftir borgarstjóri fyrir næsta fund að fá upplýsingar hvaða eignasölur það voru sem mynduðu þennan söluhagnað sem skilgreindur nánar í lið 24 í skýringum ársreikningi. Ljóst að lóðarsalar undir áætlunum og hefur verið það frá upphafi kjörtímabilsins. Því má að sjálfsögum kenna þrákelknislegum vinnubrögðum meirihlutar sem eru fastir í sjálfsköpuðu hugsanaboxi að eina leiðin til fjölgun íbúða og þar með íbúa í borginni sem þéttingu byggða. En vilja líta til þess möguleika að hæglega sé hægt að auka lóðaframboð á jaðarsvæði Reykjavíkurborgar eða annars staðar í borginni sem fólk vill gjarnan búa og þannig tryggja áframhaldandi fjölgun útfararskreiðenda í borginni en slíkt hverju einu sveitarfélagi afar mikilvægt. Borgarfulltrúi Sjálfstæðismanna Halldór Halldórsson fór hérna yfir í ræðu sinni þær tillögur sem minnihlutinn hefur flutt í þessu efni og ætla ég ekki endurtaka þær. Í ræðu borgarstjóra hér áðan var rætt lækkun leikskólagjalda en við borgarfulltrúar Framsóknar og Flugvallaveina höfum lagt fram 2 tillögur í borgarráði
sem við teljum að sé mikilvægt að verði teknar til afgreiðslu áður en farið verður í pólitíska leiksýningum að færa 200 milljónir til lækkunar leikskólagjalda. Vegna þess að síðast þegar þessi aðferð var reynd að þá var hækkað fæðisgjöldin á móti, þannig að litla hækkanir var raunverulega að ræða. Við teljum eðlilegt að taka tilbaka þær hækkanir sem settar voru á fæðisgjöld í leik- og grunnskólum landsins á síðasta ári, þar að segja september 2016, en einnig að taka tilbaka þær hækkanir sem hafa verið settar á okkar viðkvæmasta hóp hjá velferðarsviði. Gjaldskrárhækkanir á velferðarsviði hafa verið langt umfram verðbólguhækkanir því að áætlanirnar sem gerðar voru og gjaldskráin þar af leiðandi byggð á var alltaf miðuð við verðbólguviðmið. En síðan hefur verðbólgan reynst minni núna ár eftir ár og skjólstæðingar velferðarsviðs hafa ekki fengið að njóta þess. Þetta fjalla tillögur okkar sem bíða óafgreiddar í borgarráði. Borgarstjóri þakkaði mörgum fyrir að takist hafa að snúa við rekstrarniðurstöðu A-hlutans og það gerum við hjá Framsókn og flugvellinum einnig. Rekstrarniðurstöðu þannig að A-hlutin ekki lengur í mínus. Meðal annars var þakka rekstrarráðgjafa sem fengið var til liðsinnis við okkur. En það sérstaklega ánægjulegt fyrir okkur í Framsókn og flugvellinum að minna á að við lögðum einmitt fram tillögu í borgarráði þann 3. september 2013. Þar sem sagði, með leyfi forseta, í nýrri skýrslu fjármálaskrifstofu segir rekstrarniðurstöðu A-hlutans að hann kalli á viðbrögð fjármálastjórn borgarinnar. Því leggja Framsókn og flugvellinni fram þá tillögu að borgarráð fái aðstoð utanaðkomandi rekstrarsérfræðinga frá viðurkenndri endurskoðunarskrifstofu til að takast á við fjárhagsvanda borgarinnar sem skal vera borgarráð til ráðgjafar í þeirri vinnu sem framundan til að ná fram sparnaði og hagræðingu til að snúa við hallarekstri borgarinnar. Tilvitnun lýkur. Þessi tillaga var reyndar afgreidd með breytingatillögu 16. nóvember 2015. En ég lýk orðum mínum hér í ræðustól í dag með því að vekja athygli á samlíkingu á aðstæðum sem uppi eru í þeim ársreikningi sem hér eru til afgreiðslu, aðstæðum sem voru uppi árinu 2008 sem allir þekkja til. Orðin eru svohljóðandi. Ekki þarf að fara lengra aftur en til ársins 2008 þegar ársreikningar virtra banka og fjármálastofnana voru lagðir fram. Ársreikningar sem leiddu til þess að lánshæfi var metið AA af alþjóðlegum matsfyrirtækjum. Ég efa það aldrei að stuðst hafi verið við alþjóðlega reikningsskilastaðla við uppgjör á þeim fyrirtækjum, sem urðu síðan flest og öll þeir stærstu að minnsta kosti gjaldþrota síðla árs 2008. Eignirnar þar voru einmitt margar ofmetnar og eða rangt metnar. Á okkur borgarfulltrúum hvílir rík og mikil skylda til að sinna eftirlitshlutverki okkar og vekja athygli á því sem betur má fara. Við borgarfulltrúar Framsókn og flugvallarvinna erum óhræddar við að benda það sem þarfnast athugunar við, hugsa út fyrir bóksið og koma með tillögur sem eru til þess fallnar að auka hagsæld borgarbúa í hvívetna. Það var borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu og það var borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi spyr 3 spurninga félagsbústaði. 1. Stendur til að selja eignir félagsbústaða? Svarið við því nei. Númer 2. Stendur til að fleyta félaginu á markaði? Svarið við því nei. Stendur til að setja félagi einhvers konar einkavæðingarferli? Svarið við því nei. Ekki svo lengi sem ég ræði einhverju hér. Það var borgarstjóri lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og telst andsvörin lokin. Þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn. Hér hafa verið rakin ágætlega megin atriði í ársreikningi 2016 og dregnar þar saman helstu tölur og við erum mismunandi sjónarmið. Ég hef kannski ekki miklu efnislega við það að bæta að þessu sinni. Það gefst tækifæri til að fara dýpra í smáatriðin við næstu umræðu. Það er kannski bara réttast að nefna það að það skiptir þarna mestu máli að áætlanir standast. Fjárhagsáætlun hvað á hagræðingu þar sem að lögð var áhersla á að hlífa grunnþjónustunni og þetta náðist og gott betur.
útgjöld dragast saman umfram áætlun. Það hjálpar að vissu leyti líka til að tekjur eru að aukast. Við njótum góðs af góðærinu en það þýðir ekki að það sé ekki nauðsynlegt að huga að aðhaldinu og hagræðingunni. Við munum þurfa að gera það áfram klárlega þó að núna horfið til betri vegar. En það er klárt mál að það sem var lagt upp með að ná endum saman til þess að hafa grunn til að vinna með heppnaðist. Og það er mikið ánægjuefni. Svo er að sjálfsögðu líka sem ég ætla kannski að gera að megin umfjöllunarefni mínu og hefur einnig aðeins verið komið inn á hér í ræðum að það markmið líka að opna bókhaldið þegar náðst. Bæði með myndrænni framsetningu á vefnum opin fjármál Reykjavíkurborgar og ekki síst með svokölluðum opnum gögnum, útgáfu á hrágögnum á opnu sniði sem er markmið sem við settum niður sérstaklega í upplýsingarstefnunni sem við samþykktum 2015. Það sem kveðið er á að gögn skuli gefa út á opnum og tölvulæsilegum sniðum. Þannig að þetta er stórt skref í þá átt og þetta verður hægt að vinna áfram vegna þess að fjárfest hefur verið í hugbúnaði sem að býður upp á samþættingu og birtingu gagna og útgáfu þeirra samhliða á opnu sniðum. Þannig að þetta er öflug lausn sem að býður upp á mikla möguleika og ekki síst það að þetta verið hægt að þróa áfram í takt við til dæmis stefnu borgarstjórnar að við ætlum að fara niður, alla leið niður á einstaka reikninga og halda áfram að gefa út frekari gögn. Þannig að það verður spennandi að þróa þetta áfram og ekki síst spennandi að sjá hvernig þetta nýtist. Með hvaða hætti þetta verður notað og hverjir sjá sér þarna hag í að lesa þessi gögn og setja þau fram og skapa þannig verðmæti. Og hvaða ábendingar aðhald koma og ég held að þetta muni líka ekki síst. Og þessi sjónarmið hafa verið viðruð margoft hér í þessum sal nákvæmlega hver ávinningurinn af þessu er. Þarna þetta dýpkar umræðuna og eykur aðhald og er svolítið svona grunnurinn að lýðræði og þátttöku borgarbúa að það sitji allir við sama borð þegar að kemur að aðgengi að upplýsingum og þær séu bæði ítarlegar og aðgengilegar. Að það sé þarna samræðu grundvöllur. Þannig að þetta er virkilega spennandi og að gera að halda áfram að þróa þetta áfram og þeir starfsfólkinu sem að við þetta vann og hefur innleitt er náttúrulega færðar sérstakar þakkir fyrir Eljuna. Því að þegar svona lausn hefur verið komin upp þá verður ekki aftur snúið. Eina leiðin áfram er einfaldlega að halda áfram að þróa þetta og taka síðan við ábendingum og sjá hvað leiðir að þessu. Og ég vil kannski síðan nefna sérstaklega í þessu samhengi að sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins hélt vorþing í lok mars þar sem að opin gögn voru gerðar sérstöku umfjöllunarefni. Þar var samþykkt skýrsla ásamt tilmælum og ábendingum hvernig sveitarfélög hvað þau geta gert til þess að opna gagna sem til endurnýtingar. Ég er hér með skýrslu eða smá umfjöllun sem að Anna G. Björnsdóttir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Guðrún D. Guðmundsdóttir sem er framkvæmdastjóri Brusselskrifstofu Sambands íslenskra sveitarfélaga tóku saman og þar er komið inn að þetta og þau sjónarmið sem að Evrópuráðið leggur þarna til grundvallar. Ég ætla einfaldlega að fá að
með leyfi forseta að lesa upp úr þessu af því að mér finnst þetta að draga mjög vel saman hvað opin gögn snúast og hver ávinningurinn af því og það er sérstaklega ánægjulegt að Evrópuráðið þarna að leggja á þetta sérstaka áherslu mitt það leyti sem að Reykjavíkurborg nú þegar búin að setja sér stefnu í þessum málum og að vinna eftir henni. En þetta sem sé svohljóðandi. Sveitarstjórnarþingið hvetur sveitarfélög og svæði til að móta stefnu opin gögn fyrir alla íbúa og tryggja verndun persónuupplýsinga. Þingið beinir því til ráðherranefndar Evrópuráðsins að viðurkenna mikilvægi opinna gagna til að stuðla að lýðræðisumbótum, hvetur hana til að setja leiðbeiningar fyrir aðildarríki staðla fyrir opin gögn og stefnumótun og til að bregðast við mismunandi þekkingarforsendum íbúa til að hagnýta sér opin gögn. Æ fleiri borgir hafa sýnt í verki að það eru geysimikil tækifæri í opnum gögnum fyrir frjáls félagasamtök og hagsmunasamtök. Frjáls félagasamtök séu oft í samstarfi við sveitarfélög byrjuð að endurnýta opin gögn á mörgum sviðum til að stuðla að betri opinberri stjórnsýslu. Þar á meðal á sviði samgangna, lýðheilsu, notkun á menningarhúsum, umhverfismálum og orkumálum. Opin gögn gerir stjórnsýsluna gagnsærri og veita íbúum ekki aðeins upplýsingar hvað sveitarstjórnir eru að fást við, heldur geta líka eflt þá til að taka þátt í ákvörðunartökuferlum í sveitarfélögum. Endurnýting opinberra upplýsinga getur líka stuðlað að félagslegum og hagrænum gróða með því að gera þriðja aðila kleift að skapa nýja og vöruðu þjónustu. Samkvæmt nýlegum spám talið unnt að auka þjóðarframleiðslu í heiminum meira en 1% með nýsköpun þriðju aðila á opinberum gögnum. Og þetta síðasta kannski ekki síst mikilvægt hvernig þetta opnar á samstarf við aðra aðila, frjáls félagasamtök og jafnvel fyrirtæki nýsköpun. Og þarna komum við inn á svona pólitíska áherslu sem að margir horfa til sem dálítið framtíðina í opinberum rekstri. Tilkomu upplýsingatækninnar sem hefur verið kallað government as a platform eða það er að segja hið opinbera sem svona vettvangur þar sem að áherslan fer að einhverju leyti frá því að vera að hið opinbera sé að veita alla þjónustu sjálft endilega og vera svona miðstýrt apparat og yfir í það að þetta sé svona vettvangur fyrir aðra til þess að koma að til þess að í þessu tilfelli nýta gögn og að vera í samstarfi við opinbera aðila kannski fjármögnun á verkefnum og svona þessum samskiptum við borgarana sem að líka geta hæglega valdaust með þessum hætti að hafa aðgang að gögnunum og upplýsingunum og geta nýtt þau og eru betri stöðu til að eiga í samtali við stjórnkerfið. En ég ætla þá að láta þetta gott heita í bili nema bara ítreka þakkir mínar til starfsfólks borgarinnar, ekki bara fyrir vinnuna við opið bókhald heldur við fjárhagsáætlanagerð og hagræðingarvinnu. Ég veit það að þetta hefur verið mjög krefjandi, að síðasta ár var mjög krefjandi og það sem að velt var í ýmsum steinum og það er að skila sér með góðum árangri en sjálfsögðu þurfum við og munum við halda áfram að vinna á sömu braut, að nýta þennan góða grunn og halda áfram að efla. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir næst og síðust á mælendaskrá. Ágæti forseti, borgarstjórn og Reykvíkingar. Hér fór borgarstjóri vel yfir ársreikningi sem við leggjum fram í dag til fyrstu umræðu og það er sérlega ánægjulegt að sjá hvernig okkur hefur tekist ásamt samstíga starfsmönnum borgarinnar að ná góðum árangri í fjármálastjórn. Og á meðan við erum
enn með svona mikið veltufé frá rekstri og ráðum svona vel við skuldinar, þá verðum við að halda okkar striki. Og þetta er okkar strik meirihlutans. Við höfum sýnt ráðdeild og við ætlum að halda áfram að sýna þessa ráðdeild og skynsemi með áherslu á grunnþjónustuna og þessa skýru framtíðarsýn sem að birtist í allri okkar stefnumörkun á vettvangi borgarinnar. Þessu höfum við haldið vel til haga á kjörtímabilinu og höldum áfram að gera það. Við þurfum auðvitað að fara varlega í það að taka lán og ef við gerum það þá þurfum við að taka lægri lán. Við þurfum að fara varlega í skuldasetningu borgarinnar eins og veltufé frá rekstri sýnir að greiðsluhæfi okkar er gott. Við höldum áfram að gera góða hluti. Núna er verðbólgan nánast engin og það er allt útlít fyrir að umhverfið sé hagstætt og það lítur út fyrir að kostnaðurinn vaxi ekki á árinu eða á næsta ári tekjulega. Og svo er auðvitað atvinnuleysi lítið sem hefur verið bæði kostur og galli fyrir Reykjavík. Kem aðeins inn á það síðar. Fasteignaverðið hækkar líka líklega á næsta ári og þá batnar staðan enn meir. Og þá er svigrúm til þess að gera eitthvað. Og hvað viljum við gera? Við viljum auðvitað gera betur. Hverjir hafa setið eftir og hvernig ætlum við að verja þessum peningum? Góði, varlegi vinstri meirihlutinn sem mín vegna mætti vera aðeins meira til vinstri. Svigrúmið sem skapast núna með þessu áframhaldi eigum við að halda áfram að nýta í grunnþjónustuna. Við þurfum að jafna aðstöðumun, við þurfum að ráðast í allt viðhald, við þurfum að halda áfram að gera enn betur í skólamálum og leikskólamálum, frístundar og tómstundamálum. Við þurfum að auka stuðning og fjölbreytt þjónustuform í velferðarmálum og í þjónustu við fatlað fólk og við þurfum að halda áfram að fjölga félagslegu húsnæði og rýna síðan hvernig við getum stutt börn þeirra fjölskyldna og einstæðra foreldra sem fá framfærslu fyrir Reykjavík enn betur. Nú til dæmis var samið 88 íbúðareiningar félagslegs húsnæðis sem við fáum afhenta núna 2017, það er ánægjulegt og við þurfum að halda áfram á þessari braut. Aðeins að leikskólamálunum af því að þau hafa verið hérna til umfjöllunar. 200 milljónir sem við ætlum að verja í það að standa við samstarfssáttmálann. Þetta eru 2% af tekjum borgarinn, eða af 100 milljónum, þá eru þetta 2%. Þetta eru litlar fjárhæðir. Þetta eru ekki fjárhæðinar, eins og framkom hér í ræðu borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar, sem að setja allt á hliðina. Þetta er bara tómt mál að tala um. Og mér finnst það eiginlega hálfgerð níska hjá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að sjá á eftir þessum peningum rauninni í vasa barnafjölskyldna. Barnafjölskyldur eru þær fjölskyldur sem að bera mesta byrðarnar í samfélaginu. Þær eru að koma undir þessu fótunum, útgjöldin eru mest hjá þeim. En ráðið sem að Sjálfstæðisflokkurinn leggur oftast til er að hækka gjaldskrár enn frekar og lækka útsvarið. Og það er ekki jöfnur í mínum huga vegna þess að eins og útsvarið er greitt að þá þeir sem hafa minnstar ráðstöfunartekjur þeir borga lægsta útsvarið. En þetta getum við auðvitað deilt um. En hér er auðvitað flokkur sem að tala fyrir því að lækka álögur á efnafólk. Og við erum ekki þar. Það er líka ýmislegt annað sem við þurfum að huga að í þessum málum, í leikskólamálunum. Fjármunirnir eru þarna. Það vantar bara starfsfólk. Og þegar við förum í hérna svokölluðu uppsveiflu, að þá sækir fólk ekki í þessi umönnunarstörf. Og þar verðum við, vissulega að gera betur og það eru starfshópar á störfum sem að rýna þetta, hvernig borgin getur brugðist við því, við þessari manneklu sem að á leikskólum og í frístundaheimilum og það sem líka mikil starfsmannavelta. Hvernig getum við búið til störf fyrir framtíðina og fengið fólk til þess að mennta sig í því að ala upp og mennta börn. Það hefur líka verið gert lítið úr þeirri aukningu til skólamála og menntamála sem við réðumst í núna á haustu. Það var auðvitað þessi mikla umræða að
það væri hreinlega búið að skera inn að beini og það var alveg rétt og við brugðumst við því af því að þetta eru okkar áherslupunktar. Það eru skóla- og velferðarmál sem að okkur umhugað að gera betur. Vandinn ekki alltaf bundinn samt við fjármunina eins og við sjáum til dæmis á því að það erfitt að manna stöður í leikskólum. En við settum og brugðumst við á sínum tíma og settum umtalsverða fjármuni einmitt í langtímaveikindin, stuðning og sérkennslu og skólaakstur. Við bættum námsgögn leikskólabarna, fengum 7 milljónir fyrir það. Við settum líka aukalega pening í faglegt starf og auðvitað jukust peninga til skólamötuneyta og þar með hráinnkaupa í mötuneytin. Og þessi gjaldskrárhækkun sem að okkur tíðrætt hérna í borgarstjórn, við breyttum líka formuna því hvernig henni varið beint til skólamötuneytana, þannig að kokkurinn getur sjálfur síðslega og hvernig hann kaupir. Þannig líka hægt að ná hagkvæmni án þess þó að það skerði gæði matar. Það mjög mikilvægt fyrir okkur og það í rauninni vinna sem að hófst strax í upphafi kjörtímabilsins. Það að ljúka endurskoðun úthlutana líkana. Það nefnilega mjög mikilvægt að við sem erum í stjórnmálum séum að rýna hvernig peningunum varið, að við séum að jafna aðstöðumun. Við viljum að allir fái jafn góðan rekstrargrundvöll, allir skólar, leikskólar, grunnskólar, frístundaheimili, að rekstrargrundvölli þeirra sé jafn góður alls staðar. Og þetta höldum við bara áfram að gera. En það líka ýmislegt annað sem við þurfum að setja fjármuni í, eins og til dæmis við þurfum að verja peningum í skipulag og umhverfi, endurgerð gatna, gerð hjólastíga. Þetta ekki gæluverkefni, þetta hluti miklu stærra samhengi. Við þurfum að búa til rými fyrir fjölbreytta samgönguhætti aðra en einkabílinn og svo þurfum við þetta að gera miklu betur í því að draga úr neyslu og nýta betur bæði starfsstöðvar borgarinnar en líka reykvísk heimili. Og við þurfum að fjárfesta í umhverfi og umhverfisvernd. Þetta eru stóru málin í dag. Þetta eru lýðheilsumál og loftslagsmál, þetta eru alheimsmál og við þurfum að axla okkar ábyrgð á því. Hér var aðeins talað að meðalaldur fólk sem að kaupi sína fyrstu íbúð sé 34 ára, en það þetta tilkomið vegna þess að ungt fólk í dag kýs að verja peningu sínu með öðrum hætti. Það vill kannski vera lausari við. Það eignast líka börn miklu seinna en það gerði hér áður fyrr. Þannig að það kannski ekki eins brýnt fyrir það að festa rætur sínar. Ungt fólk vill fjárfesta í einhverju öðru en steypu. Það eru aðrir tíma. Við þurfum að taka það með inn þegar við erum að ræða þessi mál. Og við hér sem í Reykjavík erum í meirihluta, við erum að vinda ofan að þessari séreignarstefnu sem hefur verið allsráðandi og með dyggri aðstoð íhaldsins. Sem að liggur okkur nú á hálsi, eða sem að með, verð ég að segja, mjög ósanngjarnan áróður og ætti frekar að hoppa á vagninn með okkur í þessari stórfelldu uppbyggingu sem á sér stað. En í stað þess þá leitar íhaldið sífellt í glatkistu sína á vettvangi borgarinnar eftir hugmyndum og nú Geldinganesið það nýjasta og heitasta í allri umræðinni. En þegar ég var ung þá hefði ég nú ekki viljað flytja þangað og sérstaklega ekki miðað við þær kannski, við skulum ekki fara út í það. Mjög gott. En ég ætla að láta þetta gott í bili. Við viljum hafa lægstu gjaldskrár sem völ á. Við viljum taka
fjármunina sem eiga að fara í grunnþjónustuna í gegnum okkar sameiginlegu sjóði. Það er leiðin til þess að jafna. Það er leiðin til þess að mæta fólkinu í borginni og bæta þjónustuna við það. Og svo er auðvitað allt það sem er á óskalistanum mínum, en ég kannski fer með það inn í aðra umræðu, en þar stendur mér sérstaklega skólakerfið, börn af erlendum uppruna, fatlað fólk, umhverfið okkar, loftslagsmálin og jöfnuður almennt. En ég læt þetta gott í bili og hlakka til þess að koma hér aftur á aukafund borgarstjórnar til þess að ræða ársreikninginn aftur. Þá er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, borgarfulltrúar, ég get vel ekki orða bundist undir ræðu Líf Magnúðardóttur séreignarstefnu íhaldsins og allt húsnæðisvandamálið í borginni er meira og minna íhaldinu að kenna og unga fólki er eignast seinna vegna þess að það kýs svo, unga fólki á ekki peninga. Það er lóðaskoststefna meiri hlutans sem Vinstri grænir og Líf Magnúðardóttir er hluti af, sem hefur valdið því að hér er húsnæðisvandi í borginni og unga fólki getur ekki keypt sér eignir. Séreignarstefnan, hún er mjög góð, en það getur líka gengið upp aðra stefnur og þessi stefna að 20–25% eigi að vera almennar leiguíbúðir, búseturéttaríbúðir og svo framvegis, eins og ég hef ítrekað bent hérna á að það er ekki eyrnamerkt sérstaklega leiguíbúðafélögum sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða, það er ekki góð stefna. Að hér verði markaður eða byggðar íbúðir 20–25% í almenna leigukerfinu. Leigjendur hafa engan áhuga að vera þar. Það sýnir könnun sem velferðarráðuneytið gerði í fyrra eða hittifyrra. Þannig að þetta þekkingarleysi er algjört. Og það kemur verulega óvart að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir hefur ekki orðið vör við húsnæðisvandann sem er hér í borginni og þá sérstaklega húsnæðisvanda ungs fólks. Þá er borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er gaman hvernig borgarfulltrúin Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir tekur til sín að hún sé eitthvað íhald. Láta það liggja milli hluta. Hér hafa mér verið í rauninni lögð orð í munn og ég held að ummæli borgarfulltrúans dæmi sig sjálf. Þannig að við erum að reka hér ágæta stefnu, við erum að bregðast við og við erum að taka í fangið vanda sem hefur safnast upp og við erum að gera vel og fyrir það eigum við að fá hrós og ekki skammir og að borgarfulltrúar séu lítilsvirtir í pontu. Það er borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar, nei, ég tók það ekki til mín að ég var íhald. Heldur er ég að koma hérna upp vegna þess að ég er hneyksluð yfir því hvernig er talað yfir félögum mínum í minnihlutanum sjálfstæðismönnum, sem að ég áttaði mig á að borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir væri að tala sem íhaldið. Enda held ég að borgarfulltrúin sem hér stendur hafi einna mest talað félagsleg úrræði í húsnæðiskerfinu. Og svo aðeins þess að minna borgarfulltrúan á, sem er yfir sinn hneykslaður, að það hafa aldrei fleiri verið á biðlista eftir félagslegum leiguíbúðum í Reykjavík heldur en í dag. Og það hefur gengið mjög illa hjá núverandi meirihluta, eins og við öll vitum, að fjölga hér félagslegu leiguhúsnæði, nema þegar það var farið í þennan leik að færa eignir úr A-hluta yfir í B-hluta, sem mun koma fram í næsta ársreikningi. En meirihlutanum hefur gengið illa að fjölga hér íbúðum. Einhvern tímann í framtíðinni
eiga að vera byggðar hér íbúðir eins og við þekkjum öll flugeldasýningarnar áætlanirnar sem við erum búin að hlusta á síðustu árin. Og vonandi verður hægt að koma hér upp félagslegu húsnæði þegar skipt verður borgarstjórn eftir ár. Það hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni og telst andsvörum lokið. Það hefur ekki fleiri hvatt sér hljóð undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við leggjum það til að vísa ársreikningi Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 til síðari umræðu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefur merki. Hjálmar, það er samþykkt samhljóma. Við göngum til. Þá hafa fulltrúar allra flokka boðað bókun undir þessum dagskrárlið.